Gott kvöld. Gott kvöld. Þetta Spaugstofan, laugardagskvöldið 25. janúar. Ó já, og við ætlum ekki að tala handbolta. Hver hendi þessum handbolta? Við ætlum ekki að tala handbolta. Nei, en þessi stað skulum við líta á þetta. Já. Hver hendi þessum handbolta? Kalli, komdu frekar til okkar, maður. Já, gerðu það. Já. Þetta er miklu skemmtilega, svo. Hörðu, það er 98, maður. Já. Ég verð að taka upp. Sjúk gott. Það er verið að klifa á því í fjölmiðlum upp okkur einasta dag. Gos í Vestmannaeyjum 30 ár síðan. En það var aldrei neitt gos. Þetta er einhvern mesta samsæri Íslands sögunar í alvöru talað. Þetta var allt saman sett á svið. Þetta var tekið upp í stúdíói. Já, og hugstu ykkur alltaf leikarana sem voru fengnir til þess að leika Vestmannaeyinga að flýja upp á land. Af hverju? Jú, til að hægt vera að leggja nýjan skatt á okkur, viðlagasjóð. Og munið til viðlagasjóðshúsunum, þau komu hingað þúsundum saman og reistu þetta út allt. Til hvers? Og af hverju? Jú, og hvaðan komu þau? Frá Noregi. Herregud! Ég verð að hætta þessu. Það verð að fylgjast með okkur. Þá fer það að gruna og okkur grunar. Verð að fara. Hei, nei. Og þeir þetta er svo leiftur sof. Það er ræðum og þeir skora. Nú þegar Íslendingarnir heldur betur að fara að passa það 44-13 Íslandi við og þeir koma þarna og einhver ræðinu og þar! Stórfallegt maður. Nei, hvað er nú í gangi? Rafmagn í færin? Þá hlýtur leikurinn að vera stöðvaður. Eða hvað? Nei, okkar menn alltaf greinilega að nota sér myrkrið og halda áfram að skora og staðan er 40... Nei, stráka hætti þið! Hei, þetta er alveg gott, þið megi ekki pura öllum mörkunum í einu leik! Strákar! Ég held að þetta er ekki að tala handbolta. Ég bara skil þetta ekki. Og forsætisráðherrann var í heimsókn í Japan í vikunni. Já, merkilegt land Japan. Já. Og líka merkilegu maður Davíð. Já. Lítum á hvernig þetta tvennt fer saman. Í Japans heimsókn forsætisráðherra var lögð mikil áhersla á að hann kynntist úr þjóðlegum japanskum hefðum. Hér sjáum við hann kynntan fyrir einni slíkri. Hvað er þetta? Hann er bara dóni. Hérna. Hvað gengur á? Hörðu, þú ert bara dóni. Dóni. Hvernig segir maður dóna á japansku? Hvað var það hafa? Þú maður svona dóni. Lykilatriði, komaðu með óvart. Þetta er bara forvarnastarf. Við reynum að hindra aðgengi unglinga að klámi og við reynum að koma í veg fyrir aðgengi unglinga að dópi og brennivíni, þannig að þetta er ekkert öðruvísi. Nei, opp, hvert á að vaða? Við ætlum bara að fara inn í þjóðarbókhlöðina. Það er nefnilega það, já. Og vita foreldrar ykkar þér hérna? Bara sakleysið uppmálað, já. Þið vitið vel hvað er hérna inni. Ratt fullt af bókum. Og látið mér nú þekkja unglingana. Ég veit að þið verið ekki fyrirkomnar inn, en þið verið sestar og byrjar að lesa. Já, bara burt með ykkur, burt! Já, það er auðvitað þetta sem forvarnastarfið gengur út á, að byrgja bókhlöðun áður en barnið er dottið í grúskið. Kiwata vino, otanyobi, omedeto. Takk. Skildi við það ekki alveg, en það væri gaman að hóta þýtt yfir íslensku. Já, hann á álmar. Nei, bara djók. Djók. Sjóka. Hvaða dömur eru þetta svo þarna? Þetta, Geysur. Nú, er það? Geysur, já, við erum líka með svona heima á Íslandi. Íslandi, Geysur. Já, Geysur í Haukadal. Ó. Nei, djók. Sem að, djóku. Nei, heyrðu, hvaða kræsingar eru þetta svo? Þetta, sushi. Sushi? Nú það er það eins og í læginu stelpunum sem þarf að vakna eða hvað? Sem að vakna. Já, wake up, little sushi, wake up.
djók. Já, djók. Vagnar. Þetta er ískalt. Þetta, djók. Nei, það er ekkert djók. Þetta er ískalt og segir mér þá, ef þetta er ekki bara hrátt líka. Djók. Þú ert bara Dóni. Þú er Dóni. Sjálfur Dóni. Hörðu, get ég fengið þetta þess að skóla þessu niður mér? Epla, Sava. Nei, ég langar að fengja í Kurosawa. Djók. Djók. Ef ég verið alveg hreinskilinn þá er ég alveg hundleiður á þessu jobbi. Maður er alltaf einn og veit að fólk er að skemmta sér í næsta nágrenni. En maður veit líka að maður kemur aldrei til með að taka þátt í þessum gleðskap. Það er alveg á hreinu. Ég er steinhættur leið og menn býðst eitthvað annað. Það er alveg á hreinu. Rúnar Bollason er maðurinn sem snýr viftunni í loftinu á veitingahúsinu þínu þegar þú ert út að skemmta þér. Rúnar er einn af fólkinu á bakvið tjöldin. Já, heyrðu, við Íslendingar notum svona mikið að geðdeyfðarlyfjum. Já, það er? Já. Hvernig ætli standa því? Ég held að bara það sé stór pólitískt mál. Stór pólitískt, hvernig þá? Til dæmis svona. Góðan daginn. Góðan dag. Ég ætla að fá 300 töflur af Sóloft 500 milligram. Já, lyfseðil, takk. Ég er ekki með neitt lyfseðil. Heyrðu, ég get ekki afgreitt þig með stóran skammt af geðlyfjum og þú ert ekki með lyfseðil. Ég er með kjörseðil. Kjörseðil? Já. Viltu sjá hvað ég kaus í síðustu kosningum? Guð minn almáttugur. Og ég ætla að kjósa þá aftur næst. Hvað má ég bjóða mikið? 300. Heyrðu, taktu 1000 og Guð verið með þér. Takk að þér fyrir. Næstur tekur til máls hæstvirtur forsætisráðherra Davíð Oddsson og segir frá heimsókn sinni til Japans. Hei, 어디로 나가봐. 사장으로 나가봐. 하장으로 안 된다. 나 돌아가. 하다오마. 저거만 해야 돼. Má ég minna hæstvirtan ráðherra á að hann er kominn heim frá Japan. 다른 내가 더 저거다. Þú ert sjálfur Dóni? 잠깐만. Nei, þú! Þú! Ha! Hæstvirtur ráðherra hefur lokið máli sínu. Og þá tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra og talar fyrirhugaða styrjöld gegn Írökum. Stríð, yfir Framsóknarmenn, takk fyrir. Jú, það er tilfellið að ef við rýnum í ættfræði grunninn þá sjáum við það að allir Íslendingar eru komnir af Jóni Arasyni. Og hvað er þetta að segja ykkur erfðafræðingur? Tja, þetta er auðvitað spennandi rannsóknarefni. Það er að segja að finna erfðafræðilegu einkenni á meðal þjóðarinnar sem geta talist vera komin beint frá Jóni. Ég skil þig. En hvað, þá erum við að tala um hvað? Já, þá erum við að tala um eins og til dæmis þennan landlæga hálsríg. Hálsríg? Já. Þessi íslenski hálsrígur, hann er alveg örugglega kominn frá Jóni. Nú, Íslendingar eru allir skáld og það er ábyggilega komið beint frá Jóni. Og svo er okkur almennt illa við eggjárn. Eggjárn? Já, axir til dæmis og svo er þessi íslensku axasköft. Axasköft? Sem Íslendingar eru alltaf að gera, já. Já, þau eru alveg örugglega komin frá Jóni. Jens er spilafíkill. Hann leggur allt í sölurnar fyrir áhættuna. Jens er margoft búinn að spila utan af sér fötin, í bókstaflegri merkingu. Jens er nefnilega vittlaus í fatapóker. Nei, maður er auðvitað alltaf að tapa en svo er maður bara að blekkja sjálfan sig. Maður hugsar alltaf í þetta sinn ætla ég að hætta áður en ég missi nærbuxurnar en svo hættir maður ekkert. Maður veit það og maður er orðinn berrasaður og svo fer þetta bara að vera sjúkt. Maður má ekki sjá kappklædda manneskju á förnum vegi þá. Já, þá bara fer mann að langa til að spila fötin utan af henni.
Í Reykjavík stór hópur fólks sem á við sama vandamál að stríða og Jens. Þeir eru ófáir sem fækka fötum verulega, jafnvel hverja helgi. Og oftar en ekki bitnar fatapókerinn ekki síður á fjölskyldu píkilsins. Hann búinn að spila frá sér nánast allan fataskápinn. Og þegar hann átti ekki lengur neina flíkur sjálfur, þá fór hann að fara í kjóla og sokkabuxur að mér og reyndi jafnvel að tróða sér í fötin af börnunum. Þannig að við erum öll meira að minna orðin fatalaus. Þið sjáu hvernig þetta viðtal er tekið, vitið þið hvers vegna? Það er ekki það, ég vil ekki þekkjast. Það er allt í lagi. Málið er bara að ég er ber. Ég á ekki lengur neitt til að fara í. Svo reynir maður að snúa á kerfið og mætir bara nógu mikið klæddur en það er alveg sama hvað maður treður sér margar flíkur. Það endar bara alltaf, bara eins og Guð skapaði mann og... Já, mamma? Já, nei, ég er ekkert að spila. Nei. Hvað segirðu? Já, fara með föt í hreinsun? Já, heyrðu, ég kem, ekkert mál. Já, verð maður minn. Ekki gera svo mamma þín segir Jens. Ekki gera svo mamma þín segir Jens. Það undarlegast af öllu er að það er Rauði krossinn sem stendur fyrir öllum þessum fatapóker. Hlýtur maður ekki að spyrja sig hvort hjálparstofnanir get ekki fundið mannúðlegri leið til að safna fötum handa bástöddum út í heimi. Ég bara spyr. Hvað segirðu? Í hvaða prófkjöri? Já, 5. sæti. Já, þá erum við að tala um 100 milligram Fontex 2 á dag. Nú, náður ekki 5. sætinu. Nú, fyrirgeðu, ég misskildi þig. Þá skal það hafa 300 milligram. Hvað, ætla flokkurinn ekkert að gera í þessu? Já, ég er að meina Brussel, Washington, Salzburg. Nú, nei. Ok, þá skaltu svissa yfir í Prozac. Já, bara 300. Nú, biðlaun. Ok, þá máttu minnka skammtinn niður í 1 sinni á dag. Já, ok, allt í mína. Já, blessaður. Lyfjaþjónustan, góðan dag. Já, það er hann. Geðdeyðarlyf, jú, eitthvað af þeim. Já, bíddu aðeins, ég ætla að skrifa þetta hjá mér. Prozac, Serol, já, Zoloft. Nú er Síframil líka. Já. Og hvað viltu mikið að hverju? 4-5 kíló? Hvað gengur eiginlega á? Já, hvernig er könnun? Fylgi, já, ok. Ok, já, á hvern á ég að skrifa þetta? Framsóknarflokkinn, já. Það er allt í fína. Já, Dóri minn, já. Við tölum bara þá saman eftir næstu könnun. Já, allt í lagi. Fínt bless. Hver man ekki eftir rússneska skautaparinu Boris Beljakov og Svelinu Rassaróvu? Þetta ástsæla íþróttafólk skautaði sig inn í hjörtu okkar Íslendinga hér á árum áður og því vona einhver spyrji, hvar eru þau nú? Af ýmsum ástæðum dróðu þessi út úr sviðsljósin á sínum tíma. Við hittum þau á heimili þeirra þar sem þau hafa búið sig með alþjóðlegum blæ. Þau segjast hins vegar vera orðnir miklir Íslendingar og hafa tekið upp siði þjóðarinnar í auknum mæli. Да. Funn heit saman á fjólunum. Чтобы дрословича темперя в театре. Да. Да. Самотрудомощивный Сумравский. Złodziejowie z Niedolowicki obili snop do Prozac. Ups, Да, það núna sig. Þetta verið fyrir nokkru árum að við verðum hætt að vera að skauta á svelli. Hætt að vera að skauta bar, sko. Hvers vegna eru það að hætta keppni? Það verið að vera svo vesen að þetta verið lítið frost og það bara verið alltaf bleita og ekki neitt að svellir að skauta á. Já, ég skil. Zjabił do Prozac. Bo trudno się nie Zjabił nie klapać. En þau hjónin hafa aldeilis ekki setið auðum höndum. Þau hafa notað tíman í að stofna fjölskyldu
og koma sér upp þessu fallega heimili. En svo við verðum búið heppin, það verður að koma aftur frost og við getum aftur fyrir að skauta, bara vera að skauta bara aftur á Svelli. Забыл на прозак. Борис, это разлов еще не так сидит. Разлов что-то... Og þau láta ekki sitja við orðin tóm. Þau Boris og Svetlana æfa nú að kappi sýningaratriði sem þau hyggjast frumsýna á Kárahnjúkasvellinu leið og það verður opnað norðan Vatnajökuls. Í flestum listans atriðum sem við þekkjum kemur erótíkin mikið við sögu, en að sögn Borisar og Svetlönu kemur aldrei fram hvað gerist eftir að elskendurnir ná saman. Í þessu nýstárlega atriði gera þau einnig fjölskyldulífinu skil sem tekur við eftir að rómantíkinni sleppir. Oljanda Dovišnjova za Brozak. En við ætlum sem sagt ekki að tala handbolta. Ókei. Guðmundur, hverju þakkar það að við unnum þessa stór sigra bæði á Áströlum og Grænlendingum? Já, það bara, við erum greinilega bara toppa alveg hárréttum tíma núna, sko. Og það styrkir liðið verulega verið með alla þess atvinnumenn í liðinu, þannig að vörðin hefur þést mikið og eins og segjum við toppum á hárréttum tíma og allt að ganga upp og allt að smetla saman og það er góð og móra til liðinu eins og segjum og allt að ganga upp. Já, heldur það sé eina ástæðunar? Það gæti kannski eina ástæði, ég veit ekki hvort það spilar eitthvað inn í en bæði Ástralar og Grænlendingar þeir hafa reyndar aldrei spilað handbolta áður. Já, aldrei spilað handbolta áður? Já, sko, jú, ég segi það nú kannski ekki því að Ástralar höfðu reyndar síðan sko handboltaleik í sjónvarpinu og Grænlendingar, þeir höfðu reyndar ekki spilað handbolta áður en þeir höfðu fundið handbolta í snjónum. Já, ég held að það verið handbolta en kom reyndar ljós að það var sko Nýra og Grindahval, þannig að maður veit ekki hvað þetta spilaði með hlutu hjá þeim, sko. Já, En við getum samt verið bara mjög sáttið við okkar hlut, vil ég segja. En segðu mig, Guðmundur, varst þú að spila sjálfur eitthvað svona móður? Ég er bara spenntur. Já, þetta byrjaði nú aldrei að halda upp á fertugsafmælið mitt. Ég ætlaði nú aldrei að halda stóra veislu eða þannig, sko. Þú veist, bara bjóða ættingjum mínum og svona, þú veist, bara... Nú, svo var þetta bara vissara svona tekka á ættfræði í grunnunum, bara... Svona það vera öruggur mig gleymdi ekki neinum og þá var auðvitað fjandinn laus. Ég komst að því að þessi var skildur minn svona og þessi hinsegin og... Þannig að gestalistin bara lengdist og... Jú, þetta var auðvitað alveg meira átta partí. Hann setti mig bara auðvitað á hausinn. Það er bara lítið dæmi um það hvað ættfræðin getur raunum verið varasömm. Kvikmyndarisinn Alcoa er nú að hefja framleiðslu á öðrum hluta þríleiksins Auðhringadrottins saga. Mynd númer 2 ber heitið Turnarnir 2 og fjallar einkum áætlanir áltröllana að afla sér einkaleyfis á Austfjarðaþokunni og hefja síðan skefjalausa framleiðslu á henni. Samkvæmt handriti myndarinnar verður Austfjarðaþokan framleidd í stórri verksmiðju og síðan verður henni spúð upp Turnana 2 sem verða nógu háir til að sem flestir fái notið þokunar. Svo skemmtilega við til að það er íslenska hljómsveitin Landsvirkjun sem mun semja og flytja tónlistina í myndinni Turnarnir 2. Já, auðvitað er þetta mikill heiður að fá að semja músík við svona mikla stór mynd og við erum strax bara byrjaðir að taka upp. Þannig er að við notum eiginlega svona Austfjarðaþokuna sem svona er konseptið í músíkinni og við notum reyndar það lag og síðan reynum við að hafa útsetninguna sem einfaldasta. Eins og þið vitið þá er þetta brennisteinsþoka þannig að lagið er fyrir harmonikku og 4 hóstara. Og fleira rekur ekki að fjörur okkar í þetta sinn nema kannski handbolti. Við byggjum ykkur vel að lifa, þetta er í næstu viku. Þá kemur meiri handbolti. Við reynum að þrauka þangað til. Já, Sokar, hvor er þið? Já. Einn. Gefa.
Hérna, kom við. Lítur Henrik. Þú verður Er í samstarfi við Búnaðarbanka.